Jammi.net World Cup Edition og það nýr drengur í hópnum Eyþór Atli Olsen Finnsson bróðir litlu flugvél heldur betur stóra flugvélin Boeing alvöru böllur á kallinu já alvöru stór heldur betur og svo mækarinn að sjálfsögðu sem nú virkar bara lítill hliðin okkur tveimur hérna sem bara að taka til við tveir sem hefur verið að taka í járni já, lítill, maður kannski kvottaður heldur en þið tveir en svakalt að fá Eyþórin hérna inn og gaman að fá þetta strákur sem ég er búin að fylgjast lengi með já, gaman að fá Tottenham í viðbótinu í viðbótar síðan eitthvað margir byrjum á fyrsta leik Argentína-Austurríki þetta verður Austurríki við sem vinna þarna fyrsta leik 3-1 á móti Jórdanum sem náttúrulega geta ekki neitt kalla grein Eyþór hvernig sérðu þetta? Þetta, ég sé fyrir mig markaleik hana. Já, svona, þú veist, Argentína sigur, both team to score, eitthvað dæmi. Já, Austurríki geti sett hann. Já, ég held það. Mike, sammála þessu. Hvernig sett hann? Að Austurríki sem geti sett hann á móti Argentínu. Já, þeir geta gert það. Þessi þarna. Hvað? Argentína og já? Já. Argentína já, bæðileg skora þetta Argentína reynda bara með alveg feiki sterka vörn og góðan markmann og spila agaðan leik og tóku Alsir 3-0 og ég samt, það nú einhverja kenningar hjá mækarunum að Alsir hafi nú verið að hvíla eins í þeim leik verið með Mares á bekkunum og annan líkileg mann líka þeir horfa náttúrulega, þú veist 4 stig að fara að næja upp á riðli, það alveg klárt ég fór aðeins í gegnum þetta í gær og það alveg klárt og það að fara að næja og 3 stig í einhverjum riðlum, það munu einhverja markatölur þetta, þannig að sem Alsir horfir í náttúrulega að vinna Jórdan og gera sér jafntefli Austurríki, þannig að Argentína var á að spila móti frekar slöku Alsirsliði, en Argentína með hörku lið frábært lið bara valla veiku blettur hann sko. Nei, en Austurríki síndu en ekki gefin náttúrulega okkar maður gegenpressen Já. Hann náttúrulega með hann líka vill sína heiminum að það voru mistökar á United Já, hann kongur, ég elska hann á United Ég held þetta geta að leita í jafntefli Austurríki Argentína sko. Já, Argentína vinnur svo hann að riðil á markatölu sko. Og þarft svolítið, þú náttúrulega þekki þetta kannski ekki hemmi úr 5. deildinni hérna heima en málið það að þú þarft aðeins að lesa í mótið já. Og þú fórst oft langt í bikar Ég fórum eins og í aðra umferð eftir að köpum mútið Afríku og dættu sigur síðan. Já, þú ert ekki að lesa rosalega langt í kefnina. En þarna þarf að lesa svolítið, þetta 8 leikir og það að vinna mótið. Já. Og þannig að ég held að þetta verði jafn leikur, Argentína og Austurríki. Okay. En, þú veist, Argentína á að vinna þetta. Já, 2-1. Frakkland, Írak, þetta náttúrulega, þurfum ekki að dvelja lengi. Nei, svo náttúrulega með, hvað Jórdan Alsir? Það leikur 2? Nei, hann nóttina Já. Hávöku við. Já. Það verður kaldur og dauðþreyttir í vélinni. Nei, það ekki vel þá. Nei, við verðum bara horfandi á það. Já. Þetta það þarf ekki að fara mörgum orðum hennar leik, held ég. Þetta verður bara vitleysisgangur, held ég. Ég held það líka. Ég held að verður bara vitleysisgangur. 5-6-0. Nei. Þú ert komin núna á þann stað að liðin eru núna búið með fyrstu umferð og eru hætt einhvern veginn að nú bara þetta ofmat eða hvað þetta eða eitthvað sko vannmat, þetta bara búið Frakkarnir voru ekki að vann með einn eða neitt og málega það Nei, hinn liðin hafa verið að gera og þeir eru ekki að fara að gera það núna Nei, en Frakkarnir voru bara slækir í fyrra áleik svo bara keyrður upp tempo í setna áleik á móti Senegal og voru frábærir Ég held að sé bara í sögu heimsmeistarikeppnar held ég að hef aldrei jafn mikill munur að hálfleikum í einu liði í einum leik í sögu heimsmeistarikeppnar En Írak voru átt að vera yfir á móti Noregi að hálfleik sko og nossarnir stókar þeir skoruðu bara í öllum færunum þeir gerðu það en þeir voru samt með miklu betri mér finnst þetta mjög jafn leikur Frakkland vinnur Írak en eitthvað 6-0 gleymiðu hugmyndum Ég held samt að Írak hafi komið inn í Noregsleikin sem svona peppaðir skilur fyrsti leikur á HM Hversu óefnir er Írak með riðil rosalega óefnir flestir riðlarna eru svona mjög ekki beint spennandi en þessi ennefnilega Já, svo er náttúrulega eftir að fá Frakkland Noreg Noreg Senegal núna þannig að Senegal þarf að gera svo og taka 3-4 stig en Frakkland vinnur Írak Já, það er alveg klart, ég alveg sammála og ég held að hann gerir breytingar
DSMs, aðeins reyfi liðið, absolutt. heldur það, fram á við. Já, hann áttur að létta á... Tjerki og Barkóla kom inn og mögulegt miðjumæður. Já, ég held að. Já, kemur ekki á. Bara leifa þess aðeins að fljóta. Við líst svolítið vel hann á -2,5. Já, -2,5 Frakland. Líst þér ekki á það? Þetta er Írak. Já, þetta er samt DSMs. DSMs það verður svo gaupin, sko, öll liður og nættileg Já, þetta er rosalegt lið, þetta er rosalegt, sko, við skulum ekki sofa þeim, sko, skulum ekki sofa á bandarækjumönnum í handboltanum, það er bara mikið að gera, svo bara vinnuð á 50-10, sko, en þú samt ekki að sofa þeim. Nei, síndu þeim ekki gefin. En DSMs nennir ekki oft að vinna stórt, sko. Nei, svo er það. En hann er bara með svo bilaði breytti. Já, og líka breyttinu svo mikil og það er líka það að þeir náttúrulega þeir þurfa að pússa hver annan. Já. Og það er kannski ástæðan fyrir þeir munu skora mikið í þessu móti. Fyrir mér næsta leik og það er stóra flugvélin, ég að spyrja þessu Norður Senegal, þú náttúrulega væntalega með eitthvað norskar ættir þarna. Jú. Olsen Finnsen, er þetta ekki eitthvað? Jú, ekki Finnsen. Hann er ekki með Senegal ættir sín. Það er við með það sem að Senegal ættinu. Nei, en jú, ég er með norska tengingar, sko. Ég er ég man ekki eitthvað normaður, sko. En jú, þetta verður, ég held að þetta verður sturlaður leikur. Ég held að þetta verður skemmtilegur leikur. Alveg bara svona... Ég held reyndar að Mexiko og Suður Kórea er skemmtilegur leikur. Það var ömurlegur leikur. Ég hef aldrei haldið það nú fyrirfram. Nei, ég var alltaf vissum að það er eitt leiðilegt leik. Það var ótrúlega leiðilegur leikur. Þetta verður markaleikur líka. Ég held að þetta verður svona 2-2, 3-2, getur dottið öðru hverju megin. Það var alvarlega lélega vörnin hjá Noregi vil ég menna. Miðað við bara... Þetta er bara... Miðað við liðið þá er vörnin alveg. Þetta er einn af stærstu leikin keppninar, segi ég. Svo var vegna þess að Senegal má ekki tapa þessum leik. Nei, því þá eru þeir en málið það að Senegal vinnur Írak mjög líklega í lokumferð. Þannig að jafntefli þarna þá eru bara... Þá eru búin að setja normenn í vesen. Nei, þeir eru búin að vinna frökkum. Nei, þá normenn eru búin að vinna Írak. Þannig að þú fer alltaf áfram á 4 stigum. Jafntefli þarna, þetta er bara svona tætt í höndina mér. Þetta er bara svona. Já, heldur það. Þetta er bara gamla góða handabandið fyrir leik. Þetta er bara X. En ég er samt að segja við þig, ef Senegal vinnur þetta, þá eru normenn algjör í vesinni. Já, þeir unnu bara svo stórt. Ég held að þeir nái... Þessu sæti? Já, á markatölu að þeir unnu 4-1. Erum við að fá 1.77 á bóttíndu skor? Það er hendur alveg ágætlega gefið. Það er bara mjög vel gefið. Ég held að skori bæði og ég held að þessi leikur muni leiti jafntefli en á seðil bóttíndu skor. Klárlega. Á klára við þetta stráka með Jordania, Algeria, vantilega leikurinn sem að, já, við munum vera þarna, hvað er þetta ekki prime time bara út í Miami, þegar við verum að horfa á þetta? Jú. 3:00 á Íslandi, er þetta bara 10-11 kvöldið? 11 kvöldið og ég er búin að panta flöskuborð á einu staðana og Jordan Aldir. Ég tek vaktina á Íslandi. Það sem að við tökum þennan leik og góða uppbytun og mögulega smá líka eftirleik og þetta verður, þetta er mjög forvöldlega leikur en þarna getur Alsír komið sér í stöðu að því að fara upp úr þessu riðli og ég held að Alsír fara upp úr þessu riðli, ég held að þeir vinna hennar leik ég held að Alsír vinna hennar leik og gerir svo jafnvel bara jafntefli á Austurríki í síðasta leik og ég held að Alsír fara upp úr þessu riðli því að þegar er svona eitt mjög lélegt lið eins og Curaçao eða Jordan sem ég held að séu 2 lélegustu liðin það er draumur fyrir hinn liðin þá er auðveldast að koma sér upp þess að skotana þeir vinna bara 1-0 Haiti þeir hefur þurft að vinna stærra já, einmitt, það er nefnilega vesenið sko. þeir fara upp og þetta verður ég held að það verður samt engin flugveldasýning sko. 1.60 Alsír mér líst bara mjög vel á það en okkur haldið að Alsír fari upp úr riðlinu sko. ef þeir vinna ennleik hvað er þá sem þriða liðið? Þriðasætið? En þeir eru markaður á 0-3 já, þeir eru búin á Argentínu En ég meina, Austurríki er með satt með 1-1 á móti Jordan bara á 70-50 mínútur, sko. Það er bara máli. En voru nú bara líka svolítið á þeim, sko. Þetta er áhugavert, strákar. Þetta er áhugavert, en kannski droslega áhugaverður leikur. Þetta er svona Jordan, þegar ég var í Oxford, var í skóla þar og við vorum alltaf að fara til London. Tókum alltaf rútu til London á helgar og fórum í búðir og svona og ég tók með mér ykkur 50 pund, sko. Það var 50 til 100 pund sem maður tekið með sér. 95. Í dag er það hvað? Herðu. Nei, 50 pund er svona 20 skall eða eitthvað hann tók með sér svona 5.000 pund og fór alltaf downtown og keifti skarkripi keifti bara gull en þú nefndir alveg að fara bara í rútu niður til London með 50 pund í vasan þetta er 95 allar helgar hvað gerður ekki bara hvað og hvað keiftir undir 50 pund aldrei áfram að koma þetta og við sjáum ykkur aftur í séðl
maður hendi sill Mækarinn tók mig alveg, sló mig alveg að lægina sko. Herðu, Seðil Tökum alls í streitvinn Byrjum á fyrsta leik, svo þetta rugglist ekki okay. Hvað var fyrsta leikur á þér? Argentína, já, þeir vinna Austurríki með einu marki Ég segi bara sigur Argentínu Sammála því Lýst ykkur ekki á, jú Já, heldum áfram Ég sé ágætt að ég og hjá mig kannski leiðum aðeins senna Því að þessi gæði sem hafa verið að mæta þetta með okkur hafa hann ekki verið lútlöfnins Það verður að segja stálu svo Tjóðir er búin að lélega Keli og félagar sko. En Sindri góður En hinn eru bara ungir En við leifum honum kannski að taka einn Og ég setja á Frakkland Streitvinn Þetta náttúrulega alveg Nei, settu bara mínus 2,5 Við erum ekki að þessi meðveldis kjaftaði og vera að tala eitthvað íraglið upp Nei, ég er sammála ekki Mínus 2,5 Já Og svo fyrir við næsta leik og það er hérna Bóttímt að skora Það er liðskora á góða punktur hjá Olsen Finnsson Olsen Finnsson Ég held að Alsir merri en að leik Ég það ekki, Jú. Alls í streitin Má ég sjá þetta hvað fáið 8.82 Velkomin í hópin Takk Vá, þetta er ekki ekki að Haldið áfram að kommenta að við erum að negla efrum hægri vinstri